Brekkukotsannál, 21. kapítuli. Að turna Kínverjum. Ég kom mér upp hlutleysissvip sem gerði mig að hálfgerðu lofti í augum manna. Það var eins og myndaðist utan mig ormpoki. Aldrei varð sú eymd á mér að menn freistuðust til að hæða mig lengi í senn. Ég var aðeins út úr hól á dálítið ómerkilegan hátt. Það má vel vera að menn hafi skopast að mér meira en ég vissi, en ég var svo viðbragðs heimskur þegar ég var unglingur að ég skildi ekki keskni fyrir en það var orðin illkeskni eða opinn hrekkur og varla einu sinni þó svo væri. Sá maður kuð ekki vera fæddur að hann finni ekki sinn jafningja. Ég fann Jón afa fyrsta daginn í öðrum bekk og við hvor annan. Hann var helmingi eldri en ég og varð að raka sig daglega til þess hann fengi ekki sítt skegg. Hann var upprunnin vestan á Dölum. Af völdum félagsnokkurs sem gaf út kristileg smárit í Noregi hafði hann fengið æðri köllun til að turna Kínverjum. Það var oft verið að bekkjast til við þennan Jón afa. Margir voru að hreyta í hann einhverjum óþverra og reyna að kvelja hann. Þessi breiði ljósleiti maður var sannfærður að menn skánuðu af að lesa kristileg smárit á norsku og það myndi bæta Kínverja að stúdíera gríðarstórar biblíusögur með myndum prentaðar í Kristjaníu. Með þreyttust aldrei á að spotta þessar hugmyndir hans eftir þeirri rótgrónu skoðun Íslendinga að allir trúaðir menn hljóta að vera geðbilaðir. Jón afi var af aldursökum heldur í stirðaralagi til náms. Ekkert var þó hvað hann var seinna að skilja, hjá hinu hvað hann var alónýtur að muna. Honum þótti latína skringileg og þarflaus uppáfinning. Sérstaklega þó viðtengingarhátturinn. Hann trúði því að myrkra höfðinginn hefði fengið því ráðið að myndir af einni sögn skiptu tugum í latínu en hundruðum í grísku. Þó vílaði hann ekki fyrir sér að færast þessar þulur í fang vegna köllunarinnar. Og með því nú þessi fjári valt allur upp úr mér, viðstöðulítið og áreynslulaust strax fyrsta daginn, þá fór kennarinn fram á það við mig að ég stæði ofurlítið í ístæðinu með honum Jóni afa hvað latínuna áhrærði. Ég hékk oft fram á nætur yfir því að tyggja í hann latínuna. Skrapp síðan heim að Brekkukoti til að sofa og fór á fætur fyrir allar aldir á morgnana til að hlýða honum yfir. Jón afi var því gamalvanur að fara á fætur fyrir miðjan morgun til að embætta kýr og lék við hvern sinn fingur á morgnana þegar ég kom til hans, nema hvað hann var venjulega búinn að gleyma latínunni frá kvöldinu á undan. Hann vildi að við bæðum fyrir Kínverjum á nýnorsku og vitaskuld hafði ég ekkert á móti því, þó mér fyndist nær að við bæðum frelsaran að hjálpa honum til að læra latínu. Nýnorska var alveg passlegt tungumál fyrir Jón afa, því hún svo halaklippt að hún hefur ekki einu sinni föll utan örlítinn vott af þýsku sveitamanna eignarfalli. Maðurinn sinn hundur. Á þessu stór hlægilega máli báðum við frelsaran að snúa Kínverjum. Skólabræður okkar kölluð okkur Langaflón og Breiðaflón og
það var horft á okkur hvar sem við fórum og fylliraftar skiptu sér af okkur á götu. Þó var enn eitt sem meira en öll latína og nýnorska ásamt með sáluhjálp Kínverja batt okkur saman og þetta var tónlistin. Jón afi lét öngvar háþröskuldaðar ingangsdyr sér í augum vaksa. Ef þá færðist tími Kínverja nær. Þess vegna lagði hann einnig á sig að stunda tónlist. Hann hafði einhvern veginn komist yfir lítið stofuorgel og var að reyna að glamra á það, en gekk heldur illa og kenndi það því að tangenturnar á því væru of mjóar. Honum þótti reyndar ekki mikið varið í tónlist, en hann hafði heyrt að þegar væri verið að segja Kínverjum til í biblíusögum, þá yrði að spila á orgel leið. Seinast ákvað hann að leita sér tilsagnar í orgelspili. Þetta var á því æviskeiði mínu þegar allur söngur virtist hafa dáið út fyrir mér. Ég vissi aldrei hvaða hljóð kynnu að koma upp úr mér ef ég opnaði munninn. Ég var hættur að heyra þann söng sem fyllt hafði loftið í kringum mig áður fyrr. Ég lét við það sitja að lesa fréttirnar sem bárust með dagblöðunum af ólinnandi söngfrægð Garðars Hólms utan úr löndum. Nú var sagt að veri sestur að í Greifahöll. Stúlka á dönskum búningi nemur staðar hinum megin á götunni til að horfa á okkur. Fáu vorum við Jón jafn frábitnir sem því að skipta okkur af kvenmönnum. Ég leit ekki einu sinni yfir götuna. Samt hálf fannst mér væri með rauða hanska. Við vorum svo vanir að vera sproksettir á götu að við skiptum okkur ekki af því. Þá tek ég eftir að hún snýr við í sömu átt og við, beygir síðan þvers yfir götuna og mætir okkur. Hún horfir á mig. Þetta var undir vorið og ég átti að taka próf upp í 3. bekk og fermast hjá séra Jóhanni. Hún hefði litarhátt eins og sumarsmjör. Hanskarnir voru rauðir eins og mig hefði grunað, og með kögri. Mér fannst ég kannast við hana. Sá ég rétt? Þekkirðu mig ekki, spurði hún. Nei, sagði ég. Af hverju þekkirðu mig ekki? Taktu ofan, sagði Jón afi. Til hvers, sagði ég. Ertu svona mikil dóni, spurði hún. Þegar ég fór að skoða hana betur, sá ég að hún var varla kvenmaðurinn af nafninu þó hún væri komin með þessa rauðu hanska. Kannski ekki nema eins og 2 árum eldri en ég. Af hverju kemur aldrei kort frá honum Garðari Hólm, spurði hún. Hvernig kort, sagði ég. Hvaða asn ertu, sagði hún, og hvaða asn er með þér? Af hverju ertu að skipta þér af okkur, sagði ég. Segðu mér alveg eins og er. Og það dró niður í henni og hún kom nær mér. Var það ekki alveg áreiðanlega gullpenningur? Jú, sagði ég. Auðvitað var það gullpenningur. Jesús, hvað ég fegin að heyra þig segja það, sagði hún. Pabbi segir að það hafi verið pjátur. Hvað veit hann það, sagði ég. Hún sagði, já, það er einmitt það sem ég segi. Þakka þér fyrir. Ég sé þú ert komin í skóla. Hvað ætlar að verða? Grásleppukall, sagði ég. Hvernig ætlar að hægt að láta eins og asni, sagði hún. Nokkru síðar segi ég við Jón afa, heyrðu Jón, mig farið að langa að læra á orgel. Ekki vil ég ráða nokkru manni til þess, sagði Jón.
Það er bæði leiðinleg og lítilfjörleg íþrótt. Aldrei myndi ég hafa lagt út í slíkt ef það veri ekki nauðsynlegt í Kína. Tónlist hefur ekki verið menntagrein á Íslandi síðan á miðöldum. Heldur höfð fyrir hérvillu og aflægishátt, einkum í menntastjett. Þangað til Garðar Hólm gerði Ísland frægt af tónlist út í heimi. Þá fóru ýmsir að hugsa sig betur um. Lengi enn hélt þó söngfrægð áfram að vera kynjamennska fyrir almenningi. Þannig var hérumbil óhugsandi í mínu ungdæmi að menn legðu á sig þau leiðindi sem fylgja tónlist nema í sáluhjálparskyni. Tónlist var góð ef átt að koma fólki í jörðina. Mest var ég hissa að forsöngvarinn í dómkirkjunni skyldi kannast við mig þegar ég kom að læra á orgel hjá honum í fylgd Jóns afa. Hann sagði: Varst það ekki þú sem hann séra Jóhann leiddi stundum við hönd sér upp í kirkjugarð og lét syngja? Aldrei nema við smá jarðarfæri, sagði ég afsakandi, því ég vissi að forsöngvarinn sjálfur hafði veg og vanda af stór útförum. Það sama, ég þekki fyrir því, sagði forsöngvarinn. Þú ert eitthvað skildur honum Garðar í okkar Hólm. Ætlar þú kannski að spila fyrir soldánin í Álfgeirsborg? Ellegar fyrir þá í Kína, eins og hann Jón vinur okkar. Í fyrsta sinni kynntist ég fyrirtæki af því tagi sem kallast mannabústaðir, eftir skilningi sem gilt hefur í parti af heiminum, hérna megin við árið 1000. Borðstofa og betri stofa og ekki eldhús, heldur kokkhús, og möblurnar hét á frönsku chiffonier, buffet, canapé og konan dönsk. Ég sit í fyrsta sinn á plussstóli með kögri. Í vinnustofu forsöngvarans næst fordýri stóð orgelið, en gljáfægða slagharpan í betri stofunni virtist mér samt kóróna heimilisins. Ég hélt í fyrstu að hljóðfæri með svo breiður hljómborði geymdi alla tóna sem heyranlegir eru í alheiminum, og varð hissa þegar ég frétti að aðal þess væri einkum í því fólgið að þar lá hver tónn í fastri legu, svo fremið að væri ekki fallið. Og jafnvel í fiðlunni byggju fleiri tónar, þó hún hafi ekki nema 4 strengi. Hefur þú nokkurn tíma heyrt tónlist, spurði forsöngvarinn. Ekki síðan ég var lítill, sagði ég. Jæja, sagði hann, ég kalla gott ef þú hefur heyrt tónlist þegar þú varst lítill. Ég útskýrði það ekki nánar, því ef satt skal segja, var ég að hugsa fiskifluguna. Hún suðaði meira að segja enn í innri eyrum mér stundum á veturna, þegar ég var að sofna. Blær, kallaði hann fram, sestu hljóðfærið. Í dýrunum birtist sýn sem gerði mig orðlausan lengi síðan. Geislar loftsins hafa safnast í depil og þar stendur þessi ummyndun. Sólin skín út og inn hárið á henni. Hún horfir á mig augum þar sem saman kemur blátt og grænt. Síðan sest hún við hljóðfærið. Ég kemdi því ekki lengur nákvæmlega fyrir mig hvað hún lék, en einhvern veginn finnst mér það hefði verið eitthvað eftir Gade eða Lumbu. Eða var það Hartmann? Kannski var það bara Snödroppen. Lék hún vel? Hún hafði stórar bláar hendur. Ég set þær efstar handa.
Hreyfingin í kroppi hennar var skyld hægfara sporðaköstum hrokkkelsa og sálin í andlitinu á henni hafði angan af jarðarberi. Sjaldan hefur nokkur maður hlustað af jafn andaktugu sálarleysi á spilverk. Þetta mætti vera lífið sjálft og endast jafn lengi og lagið var ég að óska og vona. Síðan var lagið á enda. Hún stóð upp og brosti. Henni hefði hitnað í augum við leikinn og roði færst í kinnarnar. Mér hálf sortnaði fyrir augum eins og það ætlaði að líða yfir mig. En þegar hún hafði virt mig fyrir sér, hætti hún að brosa. Síðan gekk hún út. Mér fannst henni hefði ekki þótt tilvinnandi að leika fyrir slíkan mann. Undir súð í Hringjarabænum stóð orgel með hálfri 5. áttund og þagði því önnur hún nota. Arfur Garðarshólms. Skelfing hljóðfærið þitt illa farið, Kristín mín, sagði ég. Hvað segirðu, barns, sagði konan. Ég veit ekki betur en ég þvoði með sápuvatni vor og haust. Það heyrist ekki nema í annarri hverri nótu, sagði ég. Mér finnst heyrast ágætlega í því, sagði konan. Ef það kæmi úr því fleiri hljóð, myndi ég verða hrædd. Það þarf ekki annað en komið sér við nótu í því. Þá sé ég fyrir mér allt eins og það var hérna í kirkjugarðinum, áður. Hún lofaði mér samt að láta hann, Jón afa, hjálpa mér að gera við það. Við höfðum hvorugur gert áður við orgel, en við báðum frelsaran á nýnorsku, áður við byrjuðum, en það tókst okkur að láta koma hljóð úr flestum nótunum, það lauk. Og kvöldið, þegar ég var byrjaður að æfa mig á skalanum, þá kom gamla konan inn og settist í hægjendastólinn sinn og hlustaði. Morgun lífsins vitjaði hennar aftur. Morgun eilífðarinnar. Kirkjugarðurinn, eins og hann var hér áður. Innan skams var hann sofnuð í sæti sínu. 22. kapítuli. Schubert. Ég kom vikulega eða oftar að sækja tilsögn hjá þessum toginleita móeiga góðviljamanni með barkakýlið stóra. Þar bjó mjúki bassinn sem ég hafði stundum heyrt títra í golunni ofan úr kirkjugarði þegar ég var lítill. Og það var skarð í flibban fyrir barkakýlinu eins og myndum á dönskum tónskáldum. Og konan hans góða gaf mér kaffi með brauði og osti. Ég var svo hrifin af söngfræði að ef ég byrjaði 8 að eiga við orgelið undir súðinni hjá henni Kristínu, þá átti ég til að sitja þar sem ég var komin, fram undir morgun, að tími var til að fara að hitta Jón afa. Forsöngvarinn sagði mér til á formlausan hátt óskyldan söngkjenslu. Það var eins og framlenging á skrafi daginn og veginn, eða að við hefðum farið að skemmt okkur að meinlausri dægra dvöl af því við vorum ekki vant við bundnir. Aldrei var þess vart að þeim tónlistarmanni sem þá var helstur á Íslandi þætti tíma sínum illa varið að vera að æfa þennan druss í skalanum. Í einu áttum við sammerkt, meistari og lærisveinn. Hvorugur minntist á kennslugjald.
Ég gerði mér þess ekki grein fyrir mörgum árum seinna að tími þess skálds okkar sem einn kunni að yrkja í tónum í þann tíð og var auk þess dómkirkjuorganistinn væri reiknanlegur til fjár. Enda hefur ef til vill ekki verið svo. Eins og þetta sólarhús var nú fyrir utan mig, þá dróða mig samt svo til sín að latínuskólinn hvarf í rökkurmóðu, þó ég væri í honum. Fyrir tónlistinni bliknuðu flestir aðrir hlutir. Ég hefði helst viljað koma í húsið á hverjum degi. Þau kynlegu tilbrögð gerðust stundum seint á kvöldin að ég var allt í einu staðin upp frá lexíum mínum án þess það lægju til beinar ástæður og farin út. Ég vissi ekki fyrir en ég stóð fyrir framan rauðmálað, járnklætt timburhús með hvítri umgerð kringum gluggana. Eða var sestur á grjótvegg hjá koti þar skáhalt andspænis og farin að einblína á rúðurnar. Stundum mátti heyra úr húsinu hljóðfæraslátt og söng. Fyrir kom að skugga sem ég hélt vera af stúlku bæri fyrir á gluggatjaldinu. Þó ég sé allur af viljagerður að taka ekki of djúpt í árinni. Þá er ég ekkert að hugla það að ekki hafa aðrir fyrirburðir haft öllu meiri áhrif á mig. Mér fannst fyrst að hjartað í minna mig staðar, síðan fór það að berjast því næst tók ég til fótanna eins og þjófur og stökk í hvarf. Næturverðirnir horfðu vægast sagt mjög einkennilega á mig. Ég var erfitt með að hugsa mér að nokkur þjófur hafi fengið harðari ávítur af samvisku sinni en ég að hafa stolið þessum skugga með augunum. Stundum fannst mér eins og það eitt gæti bjargað mér að þetta hefði verið skuggi af öðrum manni. Ég fann ævinlega á mér hvort hún var í húsinu eða ekki. Mér leið alltaf betur þegar ég sá að kápan hennar hékk ekki í fordyrinnu. Ef ég skynjaði af einhverjum daufum hljóðum návist hennar í húsinu, svo sem braki í stigum, hurðaskellum upp á lofti eða sérstökum umgangi í kokkhúsinu, þá fór ég að verða annars hugar. Mér fipaðist og fór jafnvel að hugsa hvort ég væri ekki í of stórum stígvélum. Hvað er að? Spurði forsöngvarinn. Hefur það nú aftur vakað fram úr til þess að biðja fyrir kynverjum með Jóni? Ef ég var svo heppinn að hún skyldi ekki vera heima heilan tíma, þá sagði forsöngvarinn: Ég held þú gætir vel læst á hljóðfæri. Meðal annarra orða: Hvað ertu að hugsa um að verða þegar þú hefur lokið skóla? Ég sagðist lengi hafa verið að hugsa um að leggja fyrir mig fiskveiðar. Þó kunni ég ekki við að nefna grásleppu sérstaklega. Annars sagðist ég enn ekki vera staðráðin í neinu. Þú ert, vænti ég, ekki að hugsa um að verða alþjóðamaður eins og hann Garðar Hólm? Spurði forsöngvarinn. Ekki veit ég nú það, sagði ég og fór að hugsa. Bætti síðan við: En gaman væri að heyra Garðar syngja lag eins og Álfakonunginn. Já, sagði forsöngvarinn, því bíðum við allir eftir. Ætli hann sé ekki mestur söngmaður í heimi, spurði ég. Ég veit það ekki, sagði forsöngvarinn. Hann var innanbúðar hjá honum Jóni gamla Guðmundssyni þegar ég þekkti hann. Mig minnir að gamli maðurinn hafi meira að segja verið byrjaður að kosta hann í skóla. En það stóð víst stutt.
Menn sem ætla sér að verða heimsfrægir tolla sjaldan lengi á skólabekk. Er það þá ekki alveg áreiðanlegt að hann sé heimsfrægur maður, ályktaði ég. Hann er að minnstakosti svo frægur að við báðir höfum heyrt getið hann, sagði forsöngvarinn, og þar skal nokkuð til. Hafið þér þá ekki heyrt hann syngja, sagði ég. Nei, sagði forsöngvarinn, en ég var ekki heldur við þegar Kristur frelsaði heiminn. Ég mun hafa orðið meirinn lítið hvumsa að hafa nú loks í forsöngvara þessum hitt þann mann fyrir, sem einn utan krosslýðsins í Brekkukoti virtist ótilbær að kveða upp úr sanna frægð og ágæti Garðars Hólms söngvara. Ég man ekki til, svo langt sem bók þessi nær, að ég hafi nokkun tíma endra nær fært nágranna minn fornan í Hringjarabænum í tal við menn. Hann sem margir menn kölluðu frænda minn, hann sem sagði sjálfur hafi verið sendur út að kaupa pipar fyrir 3 aura eins og ég. Hef ég sagt frá því að forsöngvarinn lánaði mér oft nótnabækur með æfingum. Einu sinni slæddist meðal þeirra alvöru tónlist. Það voru lögin eftir Schubert og upp úr þessari bók hafði ég lært Álfakónginn. Ég fór að blaða í þessu hefti á orgelkorninu í Hringjarabænum og komst fljótlega raunum að þetta var handa þeim sem lengra eru komnir. Einsöngur við undirleik ásamt kveðskap á þýsku. Ég fór nú samt að rýna í þetta og þar sem ég var raddlaus þessar mundir varð ég að feta mig eftir laginu með fingrunum. Með því nú latína hafði komið á undan þýsku hjá mér, þurfti ég að fletta upp öðru hverju orði til að skilja kvæðin. Hið einkennilega hlutafélag sem ort hefur handa Schubert vakti í senn undrun mína og forvitni á svo gagngerðan hátt að ég á erfitt að hugsa mér þá dvergþjóð í frumskógum Afríku gæti orðið jafn hlessa. Vitaskuld réð ég ekki við undirleikinn nema á stöku stað, enda hljóðfærið ekki til þess fallið. En þar voru þeir samhljómar tóku mig eftir minnilegu taki. Kveðandi vass og vinds, oft í samfylgd einhvers konar trumbu. Slíkur var skeið undirleikur daga minna. Það var ólítið ævintýr að lenda á miðjum uppvaxtar árum í hjartastað tilfinninga dýrðarinnar þýsku. Annað mál það að sá járnægi í tali sem tíðkaður var í Brekkukoti hélt áfram að hafa betur hjá mér. Orðsnild hins þýska hlutafélags var verðlaus kaupheyrir hjá okkur. Í Brekkukoti voru orðin of dýr til þess að nota þau, af því þau þýddu eitthvað. Okkar tal var eins og óverðbólgnir peningar. Reynslan var of djúp til þess hægt væri að segja hana. Aðeins fiskiflugan var ókeypis. Hinn sollni þýski kveðskapur sagði mér í rauninni fátt og stundum ekki neitt. Ég var bara hissa. En tónn sagði mér margt ef hann stóð rétt af sér við aðra tóna og stundum allt. Ja, spannen úr den Bogen mich zu töten, du himmlisch Weib. Ef menn aðhyllast þá kenningu að orð séu sögð til að leyna hugsun, að orð þýði eitthvað allt annað, stundum jafnvel þver öfugt við það sem þau lýsa,
Þá er hægt, að minnsta kosti stundum, að sætta sig við þau og fyrirgefa skáldinu. Ég tala nú ekki ef orðin hafa það hlutverk í öllum fáránleik sínum að benda í átt til sannleikans í tónlistinni. Maður neyðist þá til að viðurkenna þau að einhverju leyti, tónlistarinnar vegna. Einhvern dag, þegar nær leið vori, kem ég sem oftar að láta forsöngvarann hlýða mér yfir. Eins og svo oft áður þegar ég var að klöngrast upp út í dýraþrepin á húsinu. Mun ég hafa farið að hugsa hvort ég væri í raun og veru á réttum stígvélum. Nema hvað sem því líður. Þá hef ég ekki fyrirdrepið á dýr, en hurð er upplokið og blær stendur á þröskuldinum. Ég ætla ekki að bera mig að lýsa þessum kvenmanni. Það kemur ekki málinu við hvernig hún leit út, enda er ég löngu búin að gleyma því. Útlit hennar var í rauninni jafn fjarri því að segja hana sannleikan eins og orð mundu vera. Í mínum augum var hún ekki aðeins mylnustúlkan fagra og fiskimæðurinn og smámeyjan dapra í trjálundinum, veiðvíkiðjan ævarreiða og meinunnan. Hún var einnig silungurinn og linditréð, söngurinn á vatninu og litanían. Í sem stystu máli Schubert. Hún horfir á mig. Pabbi er ekki heima, segir hún. Hann bað mig að taka yður í tíma. Ég sagði ekki neitt. Ég stóð kjur á þröskuldinum. Hún hélt áfram að horfa á mig. Mér sortnaði fyrir augum. Komið, sagði hún. Tók höndin á mér þegar ég hélt áfram að standa kjur. Hún leiddi mig inn og lét mig setjast fyrir framan hljóðfærið. Mér fannst vera að líða upp af mér og ef til vill dó ég að nokkru leyti, eða réttara sagt, byrjaði að deyja á þann hátt sem brestum slær í púpuna í vetrarlok. En því miður dó ég ekki það rækilega að ég öðlaðist sama líf og fiðrildin. Hvað áttu þér að æfa, sagði hún. Ég man það ekki, sagði ég. Hún opnaði skólan og sagði, spilið þér þá eitthvað sem þér eru búin að æfa. Ég er búin að gleyma því, sagði ég. Spilið þér þá bara skalann, sagði hún, þér eru þó ekki búin að gleyma honum. Jú, sagði ég. Ég er búin að gleyma skalann. Það getur ekki verið, sagði hún. Skalann getur enginn maður gleymt, því það er bara tónaröðin. En mér var leiður, sagði ég myndi ekki einu sinni tónaröðin lengur. Þá fór hún að hlæja. Ég stóð upp frá hljóðfærinu og gekk til dyra. Ég gekk yfir stofugólfið á stígvélunum mínum með naglbítinn í vasanum og hárviskina sem stóð beint upp í loftið og hún horfði á eftir mér. Ég kom þar aldrei framar. Ég hætti að læra orgel. Vorið fór í hönd. Ég mun bæði hafi verið fermdur og tekið próf. Jón afi fór vestur í Dali. Ég þorði ekki einu sinni láta sjá mig í nánd við húsið. Valla ég til því að líta þangað. Kannski ætti ég að stelast þangað einhverja nótt, þegar aftur fer að dimma var mér stundum hugsað. En þá duttu mér